Það kemur önnur mynd að geðlyfi sem er sett á mig. Stórt og sterkt á mig. Þegar ég fekk vírusinn, svo heilablóðfallið. En þegar vírusinn þá var ég orðinn geðveikur. Og þetta geðlyf var sett á mig. Að því réttindin voru tekin af mér í 20 daga. Þannig að geðlyfið mitt átti víst að vera bara í 20 daga. En það var sett á mig 3 ár. Það kemur seinna við það. En ef ég á að vera geðveikur, þá átti að vera geðlæknir hérna á Landspítala. Það kom enginn. Þannig að stóru og sterku geðlyf voru farin og sett á mig. Þriðja árið var ég bara hættur, ég gerði ekki neitt. Ef dóttir mér hringdi eða strákur mér hringdi, þá fór ég til þeirra. Annars gerði ég ekki neitt. Ég bara var hættur. Ég gerði ekki neitt. Þannig að þetta var of stórt og sterkt, þessi geðlyf. En á þriðjudaginn ætla ég að fara aftur í bráðamóttökuna. Fara aftur inn á geðdeild. Því það er aftur ráðist við heilinn á mér. Það er bara, ég þarf að nota þetta við hausinn á mér. Því annars verður bara rest á heilinn á mér. Þannig að ég ætla að fara aftur upp á geðdeild og vonandi verður eitthvað gert fyrir mig. Aftur. En svo kemur það seinna út af hverju mitt er alltaf lokað og læst. Þannig að en vonandi verður þetta gott. Bið ykkur heilsa. Takk.